allt í gegnum Biblíuna, frá byrjun Gamla testamentis til loka Nýja testamentis, að finna yfirlýsingar þess efnis að Kristur muni koma og líka að Kristur muni koma aftur. Og meira að segja að hann muni koma í 3. sinn. En það ætla ég að segja ykkur frá seinna, áður og langt og líður. En í dag ætla ég að tala við ykkur það sem Biblían hefur að segja ykkur að Kristur komi í annað sinn. Hann búinn að koma einu sinni og hann lofaði að koma aftur. Ef við að skoða það betur, ég veit þetta svo vel kunnugt fyrir ykkur mörgum, en ekki endilega allar 3 ár komunnar. Og við bara leggjum grundvöllin að þessu í þessu 3 erindum, búin með eina, þetta númer 2 og seinna kemur númer 3. Í trúarjátningu þeirra sem játa Jesú Krist sem frelsara sinn, þar að segja hér á Íslandi, segir að hann muni koma aftur og nákvæmlega til að dæma lifendur og dauða. Þetta setjum ég innan tilvitnunarmerkja. Hann kemur til að dæma lifendur og dauða. Þetta játa allir Íslendingar sem trúa á Jesú Krist. En það eitthvað mjög ruglað sem að hefur borist inn í heilabú margra vina okkar í sumum söfnuðum eða trúarhópum. Þetta með komu Jesú Krists. Að hann komi leynilega og komi fyrst til að taka einhverja með sér inn í himinin og enginn veit fyrir eftir á þeirra orðnir og komi svo aftur seinna. Ég ætla að sýna ykkur fram á þetta ekki svona. Nú höldum við bara inn í Biblíuna og leifum orði Guðs að leiðbeina okkur og leiðrétta okkur ef með þarf. Til dæmis sagði Jesús sem skráður í Jóhannesi 14. kafla, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo hef ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað, sjáðu, hann þarna núna, einhver staðar út í alheimi Guðs að undirbúa okkur stað. Svo segir hann, þegar ég farið burt og hefur búið yður stað, kem ég aftur og teku þau til mín, ekki fyrir, samsagt. Sjáum þið? Svo að þér séu einnig þar sem ég hann ætlar að taka okkur til sín. En það svo oft, við heyrum þetta við næstu fyrir hverja jarðarför. Nú hann komin til himins, nú hann komin í Saumalandi. Núna hún komin þangað sem henni líður mjög vel og að gera uppáhaldsverki sín. Þetta ekki svona, samkvæmt orði Guðs. Við skulum skoða þetta nánar. Í 5. kaflanum hjá Jóhannesi, þá segir, undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem dríkt hafa í illa til dómsins. Sjáu þið? Þetta eitthvað sem enn hefur ekki gerst. Ekki með alla jarðarbúa, en allir munu rísa upp, annarkvort til upprisu lífsins eða til upprisu dómsins. Og hvoru upprisan hefur átt sér stað. Ég ætla að sýna ykkur fram á það. Í Matteusarguðspjalli í 24. kafla segja, þá hann, það Jesús, sat á Olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega, segð þú oss, hvenær verður þetta? Og hvert mun komu þinnar og endaloka veraldar? Sko þeir skildu alveg það sem Jesús var að segja. Það verða endalok á lífi hér á jörðu, eins og við þekkjum það. Og þeir spyrja, hvernig gerist þetta? Hvenær vitum við þetta fara að gerast? Og þeir vissu að þetta myndi jú gerast þegar hann kemur aftur. Og þá spurðu þeir að úr því að þú talar að koma aftur, það hlýtur að boða endalok þessa heims, það ekki? Þeir halda eða hann heldur áfram og svaraði þeim, virðist ekki, varist að láta nokkuð leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófriðartíðindi, gæti þess
að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endurinn ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð, þetta sem að gerast í dag og hefur verið að gerast. Og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar á ýmsu stöðum. Allt þetta upphaf fæðingarhríðanna. Og svo haldið áfram í sama kafla. Þá mun tákn mannsonarins birtast á himni. Hér nokkuð sem ég hef aldrei í predikunum mínu bent á fyrr. En þetta einhvern veginn vakti mig til meðvitundar að eitthvað muni gerast sem við höfum yfirleitt ekki séð í orðinu muni gerast. En takið nú eftir. Þá mun tákn mannsonarins birtast á himni. Hvaða tákn? Og allar kynkvísli jarðarinnar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannsoni koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 84 heimskautan á milli. Sjáu þið hvað verið að segja þarna? Með þessu síðustu orðum þarna, þessir sem að tilheyra honum, þeir ekki kominir til Guðs. Hann á eftir að koma og sækja þá. Svo þá spyrjum við, hvar þeir þá? Yfirleitt það prédika að viðkomandi komin í sælríkið, sælulandi, sumalandi eða hvað eina sem það heitir. En þetta ekki boðskap í Biblíuna þannig. Sá tími mun koma, Kristur mun koma. Og samkvæmt táknum sem Jesús gaf lærisveinum sínum, styrjaldir og hungursneyðir og hvað eina, sem að sjálfsögðu hafa á sér stað af og til í gegnum aldirnar, en meira svo undir lokin. Og það virðist vera að koma bara á hverju stundu á komandi árum. Ég þori ekkert að reikna út eitthvað tímasetningu því það borgar sig ekki. Og við minnumst þess að Jesús sagði, enginn veit hvenar hann kemur aftur, bara Faðirinn einn. Það hans að ákveða það. Sjáu þið samstarfið þarna á himnum, milli föður og sonar. Svo segir Páll postuli í fyrra Korintubréfi í 15. kafla, sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna. Sjáu þið hvað að kalla svefni? Að sofa. En allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúðu, því lúðurum gjalla. Og þá muni hinnu dauðu upprísa óforgengilegir, sig þýðir, þau munu aldrei aftur rotna eða verða engu. Og við munum umbreytast þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Svo að þið sjáu það var ýmislegt eftir að gerast áður við komumst inn í himinin, en hvar erum við á meðan? Og við höfum oft predikað það hér og hans Kristus sjálfur segir að dauði sé svefn, þangað til að hann vekur þá upp fyrir upprisu lífsins eða hina til upprisu dómsins. En það langt bil þarna á milli, við sjáum það hér innaskals. Í Lúkas í 17. kafla segir, á þeirri nóttu verða 2 í einni hvílu, annar mun tekinn, hinn eftir skilin. 2 munu mala á sömu kvörn, önnur verður tekinn, hinn eftir skilin. 2 verða á akri, annar mun tekinn, hinn eftir skilin. Og í sambandi við þessa yfirlýsingu drottins hefur orðið til villu kenning sem svo gegnum sýrandi, gegnum alla kristnibóðsfræðslu allan heim, að rangur boðskapur fólki kendur, oft frá ræðustólum safnaðana eða í enga fræðslu í hópum, að hinni dánu séu bráðlifandi, komnir á enda stað. Þegar að drottinn kalla þeir sofa, þar til að upprisu kemur. Og svo þessi kenning sem byggist á þessum texta sem við vorum að lesa hér í Lúkasi 17. kafla, þá hefur svo kenning orðið til. Hann kemur leynilega, tekur suma, skilur aðra eftir og enginn veit hvað var það af hinum sem hurfu. Af því drottinn búinn að taka þá.
Þetta kennt sem heilagur sannleikur í hundrum, ef ekki þúsundum samkomustaða allan heim, einnig hér á landi. Og nú skulum við bara halda áfram okkar rannsókn og sjá hvernig þetta verður allt saman. Í fyrra Þessalónikubréfi í 5. kafla segir Páll postuli: en tíma og tíðir hafið þér bræður, og sístu má ég segja, ekki þörf á að yður sé skrifa. Þér vitið það sjálfur gjörla að dagur Drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíminn yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu, og þeir munu alls ekki undan komast. Þetta á allt eftir að gerast með endurkomu Drottins, bæði fyrir réttláta og rangláta, bæði fyrir þá sem að frelsast að eilífu og hina sem ekki frelsast að eilífu. Og þetta kemur allt í ljós hérna innan skamms. En takið bara eftir því að einhvern tíma kemur það núna fyrir, áður og langt líður, að sumir muni boða friður og engin hætta. Og það segir, en þegar við heyrum þetta, þá kemur snögglega tortíming. Tóku eftir þessu? Þetta stendur allt hérna á blöðu reikningarinnar. Og það hefur hvarflað að mér, og ég bið ykkur að fara ekki héðan og fullir það eins og stundu gerist. Hann Steini sagði, þegar hann sagði ekki það sem þeir eru að segja. Sko, hann segir þarna að það kemur sá tími að menn boða friður og engin hætta. Og Drottinn sjálfur segir, þá kemur snögglega tortíming yfir þá. Er það að komast inn í himinin og öðlast eilíft líf að tortímast? Við það að nei, þetta passar ekki. Við höldum áfram og skoðum. Í Åpenbarunarbókinni í 6. kafla, þá sagt frá komu Drottins, og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vef saman, og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum, og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmenninir, mektarmennirnir. Þetta eru allir þessi sem að komast vel af í lífinu, en einnig hinir. Og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla, og þeir segja við fjöllin og hamrana: hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjónu hans sem í hásætunni situr, og fyrir reiði lamsins. Af hverju? Því að komin dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra, og hver mun geta staðist. Þetta allt önnur kenning, heldur en að dánu séu bara allt í einu komnir í sælulandið. Það sem þeim, samkvæmt orðu Kristi, þeir sofa þar til að upplýsi kemur. En hérna eru allir, þeir sem eru vel megandi í lífinu, eiga allt til alls, og svo hinir sem eru þrælar og ambáttir og fátæk og eiga ekki neitt. Alveg sama hvar þeir eru. Þetta fólk bíður þess, lifandi eða dáinn, þar til Kristi kemur. Það ekki fyrir en að hann kemur að dánir réttlátir, svo Biblía kalla það sem fylgja drottni að málum, eða ranglátir, þeir eru kallaðir í Biblíunni sem hafa hafnað boðskap hans og náð. Við öll, í hvorum hópi sem við erum eða verðum þegar Kristi kemur, það gerist ekkert með það að aðgreina okkur hverjir fara til heimis og hverjir ekki. Þegar ég segi þetta, þá ger ég mig grein fyrir því að ég er að koma með yfirlýsingu hérna rétt og eftir sem virðist sýna að sumir fara á undan. En það var í ákveðnu tilgangi gert. Við skulum sjá. Í 1. kaflanum í Åpenbarunarbókinni segir: sjá, hann kemur í skýjunum, og hvert auga mun sjá hann. Þetta þýðir allir sem eru lifandi, réttlátir og ranglátir, munu sjá hann koma. Og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann. Bíddu nú við. Hvernig geta þeir löngu dáni séð hann? Það gerist ekki nema þeir að Drottinn reisi þá upp,
bara tímabundir, rétt til að sjá. Þeir hann sem að þið höfnuðu, hann sem að þið nelduð á kross, þið sem fóruð þannig með frelsaran, þeir fá að sjá, þarna hann kominn í skýjum himinsins. Því það stendur hérna að þessir einstaklingar sem dæmdu til dauða, sem neldu hann á krossin og fóru illa með hann, þeir munu sjá hann koma. Að það ekki hægt nema þeir rísi upp til þess að sjá hann. Svo munuður við þetta deyja aftur, en sjáum við bara til, við höldum áfram. Svo segir í Sálmónum í 50. kafla þennan undarlega texta frá Síón, ímynd fegurðarinnar birtist Guð í geisladýrð. Guð vor kemur, hérna Jesús kallaði Guð, og þegir ekki. Og svo verða að boða á ýmsum stöðum. Kristi kemur, það veit enginn um það. Hann tekur bara söma. Skilur hina eftir. Og þeir vita ekki hvað var það hinnum sem fóru eða hurfu. Hér segir að hann kemur, við erum búin að lesa, allir sjá hann koma, og hérna stendur, hann kemur og þegir ekki. Það er hávaði í kringum endurkomu Jesú Krists. Og eyðandi eldur fyrir honum, og í kringum hann geisa stormurinn. Hann kallar á himinin uppi og á jörðina til þess að dæma líð sinn. Nú komið það dómi. Sjáu þið? Dómar Guðs snúast það hverjir fá að upplifa dýrð á himni alla eilífð og hverjir ekki. Og dómskerfi hjá Guði, því líkur ekki þarna. En hluti af því. Við sjáum til hvernig á þessu stendur. Og þá komið tími til að dæma líðsinn. Safni saman dýrkendum mínum. Þetta eru þessi sem eru kallaðir réttlátir í Biblíunni. Þeim gjört hafa sáttmála við mig með fórnum. Hér það þeir sem hafa meðtekið fagnar erindið Jesú Krist. Og þeir eru kallaðir dýrkendur hans. Og þeir taka á móti Guði þegar hann kemur og þegir ekki. Sjáu þið áherslunar í þessum skilaboðum. Og við höldum áfram. Til dæmis í öðru Pétursbréfinu í 3. kapitula. Þar segir að dagur drottins mun koma sem þjófur. Og þá muni himnarnir með miklu kný líða undir lok. Frumefni sunduleysast í brennandi hita. Þetta það sem gerist þegar kjarnorka sprengt eða leyst úr læðingi. Að frumefnin splundrast eða sunduleysast í brennandi hita. Og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Það allt þetta fest þannig hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrætni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnir lesast sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. Það kemur þetta aftur. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrðar jarðar, þar sem réttlæti býr. Með því að þér elskuðu, væntist líkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og nýtalausir frammi fyrir honum í friði. Það var margt eftir að gerast fyrir okkur sem lifum áður en við sjáum Krist koma. Kannski sofnum við og sofum þessum dauðasvefni áður en að kemur. En dánir réttlátir munu rísa upp, þeir missi ekki af neinu þegar Kristi kemur. Bara hinir sem ekki rísa upp þegar hann kemur núna næst, því að þeir höfnuðu honum. Þeirra býður upprisa til dómsins og við sjáum það síðar. Við sjáum texta í Gamla testamentinu. Þetta Job sem við erum að lesa núna, 19. kafla. Þar segir, og hann að gefa þarna yfirlýsingu í kvölum sínum og þjáningum. Og honum fannst þess að Guð hefði lagt þetta á sig og vinir hans segja honum aftur og aftur, þú hefur gert eitthvað rangt úr því að hann leyfir þér að upplifa svona. Þá segir Job, ó að orð mín væru skrifuð upp, ó að þau væru skráð í bók og þau væru skráð í Biblíuna.
með járnstil og blýi að eilífu höggvin í klett. Ég veit að lausnari minn lifir. Hvílík yfirlýsing deyjandi manns sem veit ekki annað en að Guð að refsa honum, samkvæmt því sem menn hafa sagt hann. Og hann segir, ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á voltu. Og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt holdra af mér, sjáum við mikilvægi þessara orða, hann sér hann ekki þegar hann deyr. Og ekki á meðan hann liggur rotnandi í gröfinni, ekki fyrir hann kemur, samkvæmt loforði sínu. Og hann hefur beðið í árþúsundir og hefur enn ekki séð drottinn, samkvæmt hans eigin orðum hérna, það að segja Jóbs. Og hann segir, ég mun líta hann mér til góðs, já, augu mín sjá hann og það eigi sem andstæðing hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Hvílík trú og hvílík trúar játning. Og mitt í þessum frumskóa rugglingi trúabræðina, sem ég kýsa að kalla það þegar milljónir manna fá rangan boðskap, falskan boðskap, sem upprunninn frá Satan sjálfum, samkvæmt því sem Kristur segir það sjálfur. Og ég tek ekki tíma í dag til að vitna í allt það sem þeim fór á milli. En það sagt frá því öllu í Biblíunni. Við eigum að treysta orði Guðs, drottins, hann sjálfan og komu hans til jarðar. Svo segir í 20. kaflanum í opinberna bókinni, og ég ætla að minnast þess hér núna, að næst þegar ég stígi í pontu, þá mun ég taka fyrir 20. kaflan alveg sérstaklega. En stikla á stóra aðeins hér núna í dag. Þar segir Jóhannes, nú sá ég engil stíga niður af himni. Hann hélt á lykli undir djúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekann, þann gamla höggorm sem djöfull og Satan. Kristur kallaði þennan fyrrum forustu engil, sem var fullkominn, skapaður af honum sjálfum, Kristi, sem hafði gert uppreisn á himni gegn honum. Við komum að því seinna. Og það segir þessi stóri engil, voldi engil sem stíð niður frá himni, hann tók drekann hinn gamla höggorm sem djöfull og Satan og batt hann 1000 ár. Hér mikilvægt að skilja hvernig hann bundinn. En það kemur í ljós. Hann kastaði honum í undirdjúpið. Í ritningunni, bæði gamla og nýja testamentinu, oft talað að þeir sem falla í synd, þeir hafa innilokast í undirdjúpinu. Þannig heimurinn sagður að vera undirdjúpið. Altekinn, heltekinn af synd sem leiði bara til dauða. Og það segir að honum var kastað, hann bundinn við þetta ríki hér sem kallar undirdjúpið, jörðina. Og læsti og setti innsigli yfir svo hann leiddi ekki fram að þjóðirnar afvega. Allt til þess fullnuðust 1000 árin. Hann yrði bundinn, ekki með lekkjum, ekki með köðlum eða snærum, heldur af kringumstæðum. Þetta get ég fullir í ljósi þess að í Biblíunni, bæði í opinberna bókinu og víða annar staðar, dauðanum lýst sem svefni. Því að þegar Kristi kemur, já, og við lesum í Gamla testamentunni í predikaranum í 9. kafla að í dauðanum veist ekki neitt. En það getur komið seinna að þegar hann læstur í 1000 ár bundinn, það að því hann hefur ekkert að gera. Því að þegar Kristi kemur þá tekur hann hina réttlátu. Það fyrri upprisan. Hver með þá til himins. Kemur svo aftur, það þriðja koman sem ég ætla að fjalla í næsta erindi. Þegar hann kemur aftur sem að ég kýsa að kalla í þriðja sinn, því að það staðrind í ljósi ritningana og
yfirlýsinga þar að lútandi, þá kemur það til að reisa hina sem eftir eru. Ranglátt. Og það segir hérna, hann getur ekki leitt framar þjóðirnar afvega í þessi 1000 ár. Allt til þess að fullnuðust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leystur þetta tíma og það vegna þess að þá rísa rangláttir upp í seinni upprisinni. Til hvers? Ekki til þess að fara inn í himinin með Jesú eins og hann gerði með hina réttlátu 1000 árum áður. Nei, heldur til þess að taka út dóminn sem þá búið að kveða á himni yfir þeim. Og allt til þess 1000 ára fullnuðust hann bundinn, eftir það á hann að vera leystur stuttan tíma til að gera hvað? Við höldum áfram. Í 20. kaflanum frá 4. versi segir, og ég sá hásæti og menn settist í þau og dómsvald var þeim fengið og ég sá sálið þeirra sem hálsögnir höfðu verið sakir vitnisburði Jesú og sakir orðs Guðs. Það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbeðið dýrinni líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hönd og þeir lifnuðu hérna, og ríktu með Kristi 1000 ár. Þessir sem kom upp í fyrri upprisinni og eru teknir til himins. Þeir lifðu og ríktu með Kristi 1000 ár. En hvað ætli þeir séu að gera í þessi 1000 ár? Það segir hérna að þetta fyrri upprisan. Sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krist og þeir munu ríkja með honum í 1000 ár á himnum. Því þar verða þeir eftir að Jesús kemur og sækir þá. En hvað ætli þeir sé að gera á himnum? Við skulum skoða það. Það segir í 11. versi og þar áfram í 20. kaflanum, og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt, og fyrir ásjónu hans hvarf himinin og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætunu, og bókum var lokið upp, og annari bók var lokið upp, og það lífsins bók. Og henni dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum. Hverjir eru dauðir þegar þetta gerist? Þeir sem voru skildir eftir á jörðinni og bíða þar í 1000 ár, meðvitundalausir. Þar til Kristi kemur í 3. sinn, og ég ætla að tala það betur í næsta erindi mínu, en á meðan hér, þá eru þeir þessi frelsuðu sem eru teknir af Jesú inn í himinin í fyrri upprisunni, sem kallað upprisa til lífsins. Þeir fá það verkefni að skoða bækur himinsins. Hvernig hinnu dauðu voru dæmdir að þeir skulu ekki vera með. Sjáu þið? Þetta svo skýrt vinni þegar við bara leyfum orðið Guðs að gegnum sýra okkur og meðvindund okkar fyrir orði Guðs. Það segir þarna að hinnu dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum. Það búið að rita öllum þeirra þarna í þessa bækur. En hvers vegna í óskopunum drottinn að láta þá fá þetta verkefni hinna frelsuðu að skoða bækurnar hið efra á himnum? Haldið þið ekki að sömu munu spyrja, af hverju ekki vinur minn hér á himnum? Það ástæði fyrir því. Við vitum það ekki. En hið efra fáum við að vita það, því að við fáum að skoða bækurnar. Og þannig það með okkur að hugsaðu ykkur bara ef að móðir eða faðir þurfa í dauðanum, ef þau værum með meðvindund og einhver staðar og geta séð lífið á meðal hinna þess sem eru eftirlifandi og sæju börnin sín haga sér eins og þau gera eða hafa gert. Það ekkert gleðiefni. Það bara sorg á himnum alla tíð á meðan það Nei, en oft Guð ásakaður fyrir það að hafa ekki útrýmt Satan strax og vondum mönnum og synd bara þurrkað afmá, bara hreinsa þetta þennan ófögnuð burt úr jörðinni. Ef hann hefði gert það,
og gert, ég tala nú ekki það ef hann hefði gert það á himni strax þegar Satan, Lúsífer sem eins og hér þá, gerði uppreist gegn Guði. Þá hefðu aðrir englar sem dáðust að Lúsífer en trúðu honum ekki eða sem fylgdu sér ekki með honum í uppreisninni gegn Guði, almáttugum eða Jesú. Þá hefði haldið ef að þessum syndugu englum sem urðu við, já þeir urðu syndir þegar að gerðu uppreisn og hötuðust við Guð og ákærðu hann fyrir allt mögulegt. Ef hann hefði eitt þeim þá hefði efasemdir sem Satan var búinn að sá allan heiminin. Íbúað hinna mörgu veralda sem Biblía segir frá á ýmsum stöðum. Haldið áfram að efast kærleika Guðs. Ekki geta treyst honum. Kannski hafði Lúsífer rétt fyrir sér. Og þá Guði þjónað af ótta að eilífu. Það vildi Guð ekki gera. Hann varð að leyfa syndinni að koma í ljós. Meira að segja í dómi þeirra sem að kveða upp dómana á himni. Þannig að hinni réttlátu í fyrri uppreisninni fá það verkefni að ganga skugga að dómar Guðs séu réttlátir. Því það gefið í ljósi í Biblíunni að drottinn aftur og aftur sagði vera réttlátur og sannur og dómar hans réttlátir. Fyrr en það hefur gerst hið efra á himnum getur Guð ekki hafist handa eða Kristur að koma aftur að reisa upp hina ranglátu dánu. En nú komið að því í lok 1000 áranna. Þá rísa þeir upp og þá segir einmitt að Satan leystur. Hann var aldrei bundinn svona eins og við köllum að binda eða hlekkja. Hann hafði bara ekki neitt að gera. Og þá hefst hann handa að gera sitt gamla eyðileggingarverk. Það segir frá 7. versi þegar 1000 árin eru liðin mun Satan verða leystur á fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Hvernig getur að leiða afvega ef það eru steindauðar, þessi dánu sem eru syndarar og dóu í synd og eru dánir og réttlátir eru komnir til himins en eru núna komnir í borginni helgu niður og við skoðum það betur í næsta erindi. En þannig getur hann afvega leitt þjóðirnar. Hvaða þjóðir? Þetta seinni uppreisn. Þeir koma upp þessi ranglátu sem hafa ekki fengið að fara inn í heiminin í fyrri uppreisninni. Svo segir þarna, þær eru á 4 skautum jarðarinnar, Gog og Magog, þetta bara heiti yfir heiðingjana sem höfnuðu honum og heiðingjar á meðalina kristni líka. Ég kallaði heiðingja eða hafna hjálpræði Guðs. Og safna þeim saman til stríðs og tala þeirra sem sandu sjávaris og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borginni elskuðu. Þú sér Satan, þetta hans síðasta tækifæri og hann notar það alveg til þess ítrasta. Fylgir þjóðunum, nú skulum við ráðast á borgina, það annað tökum við hana eða við erum glataðir. Þetta boðskapurinn sem hann getur skilið eftir þeirra huga. Svo allir leggjast á eitt á meðal þessar ranglátu. Og þá það að eldur fjalla himni ofan og eitti þeim. Ekki vegna þess að Guð sé svo vondur að hann vilji eyða. En hafið þið tekið eftir því að ef þið hafið lesið í spádómsbók Jesaja, í 7. kaflanu hjá Jesaja, athugið að þeir eru komið heim. Þá segir Jesaja frá því, hann fékk sýn og hann sá inn í himinin og hann sá Guð almáttugan í hásæti sínu og hann segir, vei mér því að ég maður syndugur með óhreina varir og ég hef séð Guð almáttugan. Hann vissi hann var það bil að deyja en Guð sá til þess að það gerðist ekki. Hann sendi engil með glóðarmóla undan einhverjum eldi þarna við altarið til að snerta varir hans
og hann var syndlaus og hann dó ekki vegna þessara aðgerðar. En hann fékk að upplifa þetta til þess að geta skrifað í Jesaja-bókina sem er eins konar fagnaður erindi Nýja testamentisins var að sagt fyrir í Gamla testamentinu. Jesaja er undursamleg bók Jesú Krist. Það ættu bara að lesa. Og svo segir þarna, og þarna var djöflinum sem leiðir þá afvega, kastað í dýkir og brennisteins, þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Og þessi texti hefur þessi síðustu orð verið mjög miskilinn í ljósi þess að það segir í 21. kaflanum í Upprunabókinni að þegar Guð þurrkar tárin af augum okkar og hreinsar okkur af allri synd, að þá segir að engin kvöl er til. Aldrei í alheiminn Guðs, engin kvöl. Svo þessi yfirlýsing hefur afvega leitt marga og leitt til djöfullegra kenninga að Guð hafi yndi af að kvelja fólk. Og það minnir mig á, ég hef stundum sagt það frá einhverju erindi minna á fyrir árum. Þegar ég var ungur og fór til Bretlands til að læra ensku áður ég færi áfram til Bandaríkjanna í guðfræðinám, þá gekk ég á svona konu minni í suðurhluta skammt frá London í Bretlandi og komum þá að gamalli kirkju, var 500 ára gömul og fóru þar inn. Þegar við komum inn hliðardyrnar, aðaldyrnar voru á hliðinni á kirkjunni, þá sáum við til vinstri á gaflinn var máluð skelfileg mynd af eldi, logandi eldi og stiga þaðan áleiðis upp til himins og djöfullinn neðst í stiganum með þríforki hendi og að plokka sálirnar sem voru að reyna að komast í himins eftir stiganum aftur fyrir þessi í logandi eldin. Þetta var hræðileg mynd. Þetta er það sem þeir komu í kirkjuna í gegnum aldirna fengu að sjá. Jú, það var kross af Jesú á gaflinum í hinn endan. En ég segi frá þessu bara þess að segja ykkur, Guð ætlar aldrei að eilífu að kvelja nokkurn. Og segi það í næstsíðasta kafla Biblíunnar að kvöl er ekki til í ríki hans. Við höldum áfram og það er í 2. Mósebók 31. kaflanum. Þar segir Drottinn talaði við Mósi og sagði: Tala þú til Ísraels manna og seg: Sannlega skuli þér halda mína hvíldardaga. Því að það er tákn milli mín og yðar frá kyni til kyns, svo að þér vitið að ég er Drottinn sáir yður helgar. Haldið því hvíldardaginn, því að hann skal vera yður heilagur. Akkur er ég að koma með svona efni núna inn í þetta annars uppreisnirnar 2? Það segir þarna að tákn Drottins muni sjást á himni undir lokin. Og það segir hvað táknið er. Við skulum halda áfram. Því að í Upprunabókinni í 11. kafla frá 18. versi segir að heiðingjarnir, nú verður að lýsa því sem gerist í lokin, heiðingjarnir reiddust en reiði þín kom. Sá tími er dauður skulu dæmdir verða. Sjáu þið, þetta er alveg í endalokin. Og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámönnunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafni, smáum og stórum, og til að eyða þeim sem jörðina eyða. En sjáu þið hvað gerist næst. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Við fáum sjá þetta allt saman á himni, rétt ára Kristi kemur. Og eldingar komu og dönur og þrömur og landskjálfti og hallmikið. Þetta verður að lýsa þegar aðdragandanum að komu Jesú Kristi í jarðar. Og þannig erum við búin að sjá
að táknið sést á himni og hvað táknið? Það í kistunni sem sést á himni í lokin, sáttmálsörkin með boðorðinu 10, mun sjást á himni. Það allir í dag að leita að sáttmálsörkinni með boðorðinu 10 sem var falin einhvers stað þarna þegar ráðist var á Jerúsalem forðum af Rómverjum og engin veit hvað hún í dag. Hún mun birtast, okkur sagt í orðinu. Og hérna að lokum Mattheus 27, þar segir, en Jesús rópaði aftur hárri röddu og gaf upp anda. Þetta atburðarásin á krossinum. Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofan frá og niður úr, jörði skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkamir heilagra eða helgra látinna manna risu upp. Þetta fyrirupprisan, eða, nei, en þessar eiga þátt í henni, við skulum sjá. Eftir upprisi Jesú ganga þeir úr gröfum sínum og komu inn í borgina helgu og birtust mörgum. Hvað varðu þessa menn? Þeir risu upp, dánir, réttlátir. Og svo segir að hershöfðinginn og þeir sem með honum gættu Jesú sáu landskjálftan og atburði þessa, hræddust þeir mjög og sögðu, sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Þeir játuðu sonur Guðs. Og svo förum við í 17. kaflan, já, Mattheusi. Eftir 6 daga tekur Jesú með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bara þessa 3, og fer með þá upp á hátt fjall og þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Móse og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann. Hvað takið þið eftir hér sem merkilegt? Elía þarna, hann dó aldrei. Hann bara var tekinn í himinn mörgum öldum áður en Jesús sagði þessi orð. Hann hitt hann þarna á fundi upp á fjallinu. Ég hef komið upp á þetta fjall. Það ekki stórt. En Móse var þarna líka. Hann dó. Hvernig getur hann verið bráð lifandi ef ég að segja eitthvað hérna tekst eftir teksta í Biblíunni að dánir viti ekki neitt og vakna ekki fyrir Kristi kemur reisað upp. Það eru undantekningar. Og þetta ein undantekningin sem gerðist þegar að hann fór upp á fjallið eins og til að fá uppörfun frá fulltrúum frá föðurnum á himni áður en hann yrði krossfestur. Og þá sendir Guð honum Elía eins og fulltrúa þeirra sem aldrei smakka dauðan eða verða bara teknir lifandi inn í himinin þegar Kristi kemur. Og Móse eins og hann væri fulltrúi hinna dánu sem munur ís upp þegar Kristi kemur og reisir upp hinna dánu úr gröfum sínum. Þetta dásamlegu texti fullur af fyrirheitum fyrir okkur í dag. Hvort sem við lifum það hvort sem við verum lifandi þegar Kristi kemur eða deyjum og svofum í gröfinni þannig kemur, hann mun reisa okkur upp og umbreyta okkur. Og það segir hérna einmitt það að Satan hafi deilt við drottinn Jesú líkama Móse. Af hverju? Af því að Jesús var að taka þarna mann sem var dáinn, gefa honum líf og Satan, hann gerir tilkall til syndarana. Þeir eiga að deyja eins og hann í þeim dauða sem Biblía kallar hinn annar dauði. Jæja. Egill virðist einu sinni höfuð engilli Míkael sem Kristur. Að leggja lastmælis dóm á djöflin hann átt í orðadeilu við hann líkama Móse. Heldur sagði drottinn refsi þér. Hér drottinn að vísa til drottins, föðurins á himnum. Og í Efesus 4. kafla segir reikningin, hann steig upp til hæða,
hertók fanga og gaf mönnunum gjafir. Móse var einn fanginn, var tekinn úr dauðagröfinni. Og þeir sem að risu upp við dauða Jesú, þeir gafi bandan á krossinum, þá risu margir helgir menn upp á gröfunum. Ég alveg viss að hafa verið konur þar á meðal líka, sem að risu upp á gröfunum. Hvað varð þá? Þannig spurði ég í eina tíð þegar uppgötaði þetta í fyrsta sinn. Jú, það segir hér, hann tók fanga. Páll að skrifa það hérna í Efesusbréfinni. Þegar hann reis upp, þá tók hann fanga með sér. Þetta voru fangarnir úr fangelsi syndarinnar. Það sem fangelsistjórinn Satan. Og heimtar að fá að halda þeim sem hann hefur gómað fram að þessu. Sem að hafa fagnað raunin til Jesú Krists. En við þurfum ekki að óttast á meðan við minnumst þess að Drottinn okkar frelsari og hann kemur inn að skams til að frelsa okkur. Í því erindi sem ég mun flytja næst, ég veit ekki daginn endilega, þá mun ég flytja erindi sem kallast þegar Kristur kemur í þriðja sinn.